Góðan daginn og velkomin í þátt númer 153 hér á YouTube-brásinni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 15. desember og klukkan er langt gengin í 4 og komin náttúrulega skrítin birta og allt það. En við ætlum bara að láta okkur fljóta með það. Við bara vinnum með það sem við höfum. Vissulega eitt kaffibolli hérna. Ég ætla nú að byrja á því að segja takk fyrir móttökurnar. Þetta var ótrúlega gaman að koma tilbaka. Þvílíkar kveðjur og móttökur, þetta var bara yndislegt. Ég var svo sem ekki með neina væntingar, en þetta fór fram úr væntingum. Rosalega gaman að heyra frá ykkur og gott að finna að þið söknuðu mín eins og ég saknaði ykkar. En ég geri nú fastlega ráð fyrir því að þessi þáttur verði öllu skemmri en hinn, þar sem að ég ætla ekki að fara yfir verkefnin sem ég hef ekki unnið í, en ég ætla að fara yfir verkefnin sem ég hef klárað og hef verið að vinna í síðan 13. nóvember og klárað og eitthvað unnið í öðrum. En svo er reynda 2 sem að ég var nú búin að sýna ykkur í síðasta þætti Dotted Ray sem ég gerði fyrir Steven Sinsson og svo kláraði ég líka Striped Asian. Ég man ekki hvort ég var að byrja á honum síðast en ég er allavega búin með hvort tveggja og búin að afhenda það. Þannig að ég get ekki sýnt ykkur það og ég er að prófa að taka upp á tölvuna mína af því að ég lenti í svo miklu veseni við að reyna að flytja úr símanum yfir í tölvuna, enda með að ég setti þetta bara beint inn á YouTube úr símanum með nýja tölvu og þú veist, ég vil hafa þetta einfalt og ekkert eitthvað svaka fancy, en ég ætla að sjá hvað þetta leyfir mér að gera. Mér langar alveg að hafa svona upphaf, þið vitið, svona eitthvað fremst og eitthvað svona og væri rosa gaman að geta skeytt inn myndum og vídeóm þegar að það á við eins og þegar maður er búin að láta frá sér eitthvað kláraðan á eftir að sýna. Þannig að ég ætla að prófa þetta núna og það er bara prins sem gerir öllum og jólin og allt það. Þannig að já, þið bara takið viljan fyrir verkið og já, eins og ég segi þessi 2 sjöl voru klár og síðan var ég að klára ég þarf að kveikja á spjaldtólinu, ég man ekki fyrir hot hvað nokkur hluti heitir, en ég var að klára þessa peysu og ég hafði gert hana á sínum tíma úr onion gatni sem var hör og eitthvað hugulegt og já, heitir agave þessi peysa og ég var svo ánægð með bolinn að ég ákvað að gera mér aðra mynd af henni og kannski bara verði snjöll og setja ef þið sjáu, hún heitir þetta og er á rafverði og hún lítur svona út. Það er svona, ég hafði minna erma op heldur en uppskriftin gerði ráð fyrir, þannig að ég þurfti aðeins að finna út því sjálfur. Það var ekkert mál, en að öðru leyti, já, ég setti stroff hérna niðri sem er ekki í uppskriftinu. Það á að rúlla svona upp á, en ég þurfa að hafa hana aðeins síðari, svona vetralegri og ég hugsa að ég þurfa að stytta ermarnar svo að stroffið fái að njóta sín, af því að þær ná mér annars alveg hingað. En svo getur vel verið að ég hafi þetta bara svona, ef hún passar vel undir úlpu og svona, þá er ekkert að ég hafa hana langerma. Það er svona vildi ég hafa hana líka ekki of víða hérna. Það er svo vont að fara í úlpu utan svona vítt og ég lét bara víddina á erminni halda sér alla leiðina niður og þrengdi svo bara hressilega áður en ég byrjaði á stroffinu og notaði í þetta Peruvian
garnið frá Fila Colana. Minnir mig að ég hafi nú fengið það í hraðsendingum, mætti ég næstum segja, frá Garn í gangi. Þetta er litur 334, ofsalega fallegur bleikur litur. Ég er svo mjög svona, þú veist, ljós og fín í dag, en ég líka, það búið að vera flensa á heimilinu og svona, ekki ég samt, bara bóndinn og hann og það búið svona, kannski mæða aðeins meira á manni, svo tóku við svona stationhelgi í Reykjavík og það er alltaf, maður kemur alltaf pínu þreyttur þegar maður hefur ekki sofið í sínu bóli og svona verið í allt öðru umhverfi en maður er vanur að vera í. Já, þannig að þetta er peysuklár, fer ég að fara að geta byrja að pikka af listanum sem ég skrifaði hérna upp í sumar, hvað er að klárast. Svo er þetta hérna húfa, ég vissi ekki alveg hvað þetta átt að verða. Mér vantaði bara einhvern veginn að vinna þetta gatn upp og losna við það úr stassinu, en fannst það of gott til þess að hérna bara leyfa því að daga uppi. Þannig að, og ég hélt kannski að þetta er allt og víð húfa, en hún er náttúrulega, nú er hún svona fjólfuð á mér yfir eyrun og ég er ógeðslega mikill eyrnavargur. Það er mjög auðveldlega í eyrun og líður hræðilega illa með að vera svona kalt á hljóðhimnunum. En þetta getur nú bara hérna komið sér vel þegar maður lendir í einhverjum veðurstorm hérna jólin, þar sem við verðum lengst út í Rekkati í sveit, sumarbústað og allra að vera von, náttúrulega, búum á Íslandi. Himinninn er svo fallegur. Já, og hérna, þannig að þetta ákvað bara að verða húfa fyrir rest. Ég var alveg komið með hugmynd að breyta þessu bara í einhvern poka eða eitthvað, en svo bara, nei, klárum þetta eins og þetta var skrifað og sjáum hvað situr. Nú, svo eru hérna tvíburateppin tilbúin. Það er annars vegar, komast í spjaldtöluna, maður er alls konar græður þegar maður nennir ekki að skrifa neitt niður, en er með þetta allt hérna út allt í spjaldtölunni, þá notar maður það. Elías Heklateppið eftir Elínu Kristínu Guðrúnardóttur er þetta gula og nú er ég búin að þvo teppin og fela alla enda og gera fínt og flott. Og þetta er Drops Baby Merino sem er tilvalið í svona barnaflíkur á teppi og gott að henda sér í vél og svoleiðis. Þetta er bara svona nettur kantur í kring. Ég var ekkert að mjög krabbaheglið ekki koma nógu vel út í Baby Merino, með minnir ég að tala um það síðast. Ég held að ég hafi líka eitthvað með snúningin á Baby Merino að gera, hvort með maður að taka úr hespunni, að mér fannst það ekki koma vel út hjá mér og bara, þú veist, gerði bara stuðla. Og síðan er hérna Laufeyjarteppi eftir hana elsku Rósu Tom okkar og það gerði ég kantinn og allt eftir skriftinni. Rosalega glöð að hafa geta gert eftir hana. Það er ívið stærra en hitt, þannig að það verður bara, sko, ég veit að þetta er sérst tvíburarnir eru stelpa og strákur og ég veit að stelpan er stærri. Þá verður hún bara að fá stærra teppið og strákurinn minni, það skiptir ekki öllu. En þetta er pistasíu liturinn í Drops Baby Merino og ég ætla bara að reyna að koma þessu frá mig núna jól, eða fyrir jól, núna næstu dögum svona, svo að því þessi fjölburabíli geta nú alveg mætt verið aðeins fyrir á ferðinni en til er ætlast.
Og þetta eru báðar bara alveg meiri háttar góðar uppskriftir og það var svona skemmtilegt tvist á hérna heklinu í þessu á stuðlunum sem ég hef ekki gert áður en kemur rosalega vel út. Þá virkar eins og að sé svona allt hærri stuðullinn heldur en þessi hefðbundnu eru. En það er allt útskýrt í uppskriftinni. Og það er bara, ég var lengur að gera þetta gula því það var náttúrulega ný tækni í því fyrir mér. Gekk aðeins röskar með seinna teppið pistasíu því það var svona hefðbundnari hefð þar og hérna ég er ekki alveg orðin það sjóuð að ég geti lesið í umferðina fyrir neðan í þessu og eitthvað svona en maður lærir eitthvað í hvert einasta skipti sem maður heklar og það sem að ég hef lært mest núna af að átta mig á er að fara eftir leiðbeiningum með þú ert komin út í enda og ert að byrja á nýrri umferð að gera eins og uppskriftin segir. Það bara hefur rosa mikið að segja. Þannig að það er að koma jólagjafa póstsendingar. Það blingar allt hérna þegar kemur eitthvað. En já, þannig að þetta eru klárin síðan síðast. Ég minni nú að ég hafi verið búin með Dr. Dre's í síðasta þætti en ég var ekki búin með Striped Asian og bara annað barnateppið, húfuna og þessa peysu sem ég er í. Nú og hérna það sem að ég var að vinna mest í síðan síðast er náttúrulega Striped Asian og pistasíu litaða barnateppið og svo notaði ég bara húfuna til að klára það. Ég var bara með það sem bílaprjón og það sem ég hef verið að vinna mest í síðan já, sem ég eiginlega bara svona byrjaði að djöflast í núna í vikunni er þessi mohair peysa og ég reyndi nú að þetta er svolítið meira áberandi á mynd heldur en ég kunni passa vel við málverkið. Það er meira áberandi skilin hérna á milli handlituðu hespanna á hérna vídeónu heldur en það er í raun. Þær eru reyndar mjög ólíkar en ég reyndi að vera með, ég er með sama aukalit og ég víxlaði alveg, gerði, þú veist, til skiptis nokkur sinnum og eitthvað svona til þess að blanda þessu en ég held að það væri nú alveg allt í lagi þegar upp á staði. Og ég er komin ágætlega áleiðis með búkinn, ég var nú eftir að ég var á hóteli um helgina og var ekki með neitt til þess að mæla en ég held ég nú samt eitthvað aðeins eftir. Kannski helminginn cirka bát og svo brogn og síðan ermarnar en ég skildi eftir einmitt af efra handlitað móhairinu til þess að byrja á ermunum og við erum annars vegar með Trúnó frá Vastnes og hins vegar er það bara Hex ef ég hefði verið svo spösk að setja magabandið af garninu ofan í tösku sem ég var ekki af því að þá þurfti ég ekki að vera að passa upp á svona upplýsingar af því þá var ég bara að sýna sjálfur mér en ég svona er að, þú veist ég er bara á við þann veikleika að stríða eins og svo margir aðrir prjónarar að falla fyrir nýju garni þó að ég eigi ágætislag en þá er maður alltaf að trýta sannaslægi en svo tek ég svona skurk og reyna að nýta með eða bara gera eingöngu úr stasi. Nú svo er ég búin að vera rétt að byrja að kíkja, byrjaði í gær, tók reyndar þennan verkefnapoka með mér til Reykjavíkur og þetta sjal sem heitir Birdsong Shawl.
mun líta svona út og ég er að nota ofsalega Juicy Gap frá finnst ykkur ég nota róskefilöfnum Moni Noki Rami Silk Dark Navy og Silver. Þetta er geggjað merki. Ég veit ekki hvort það er til hérna en ég fékk það í Stephen & Penelope og þetta er 60% ull, 20% silki og 20% rami. 425 metrar í 100 grömmunum. Handlitað í Þýskalandi. Og þetta er þannig séðal að þú veist, þú fitjar upp á alveg bönsa lykkjum og svo heldur bara áfram að auka þær út. Þannig að þetta er bara eitthvað svona sjónvarpsdúll hjá mér. Svo er reyndar, ég féll í freistni, ég ætlaði ekki að gera neitt meira fyrir einn eða neinn á þessu ári. En svo vantar sýnishorn af einu uppáhalds uppáhaldssölunum mínum eftir Stephen. Og auðvitað man ég á náttúrulega ekkert hvað það heitir fyrst ég er að finna það. Það heitir Exploration Station. Og úr þessu Hex garni sem er að koma út hjá Stephen á nýju ári og ég bara, mér finnst þetta er eitt af því skemmtilegasta sem mér finnst að gera endurtekið af því að það er svo mátulega langir kaflarnir og svo gaman að leika sem er litina í þessu. Þannig að ég skellt mér á það og ég er að fara suður með pabba gamla á morgun og við ætlum að sækja það þegar hann er búinn í augsbrautunum sínum. Þá rennum við til Lindu og sækjum garn og það fer með mér í jólafríið ásamt ýmsu öðru og meðal annars þessu. En ég er að byrja á þriðja partinum í Jelly Roll, Crochet Jelly Roll blanket eftir K.F. Jones í Bakery Bears. Ég er búin semst með renninga og við erum í gula afgangalandinu og ég er nýbyrjuð hérna á annarri og þetta er bara alveg fínasta og það er svaka teygja í þessu. Þetta á ábyggilegt að stækka svolítið. Ég er líka með aðeins, sko ég held að hún sé að mæla með 4 millimetra, ég er með 4,5 af því ég hekla svolítið fast en þetta er svona pínu eins og teygja náttúrulega hvernig þetta er hekla. En það er alltaf, stór teppi eru góð teppi. Svo þetta er grítið ég á til og ég greip stundum í þetta þegar ég var svona aðeins að missa pínu hausinn í sjölunum. Af því eins og ég hef sagt oftar en einu sinni að ég geti orðið svona stundum óþreyjufull og þá þarf ég að henda frá mér því sem ég er að vinna í og byrja á að gera eitthvað annað. Bara svona til þess aðeins að róa mig. Þannig að svo er núna, það er næsti hausverkur. Hvað á ég að hafa með mér að gera? Ég ætla að hafa með mér við förum í bústað jólin í viku og ég þarf náttúrulega að taka með mér alveg bara hálfan bíl af verkefnum, eitthvað svoleiðis, ekki? Ég er að hugsa að taka með mér, ég ætla að fitja upp á einu verkefni, það er Vertices Unite og ég ætla að gera það alveg rosalega björtum og fallegum litum. Ég sýndi ykkur það í síðasta þætti.
Já, ég ætla að fitja upp á því. Svo ætla ég að taka þessa móherpeysu og ég ætla að taka leyniprjónssjalið nýjasta frá Steven sem ég ætti að klára, sem ég hendi frá mér af því ég fór að gera þessi 2 sjöl fyrir hann. Og ég ætla að taka þetta teppi sem ég er að hekla og líklega þetta sjal sem ég er að vinna í. Líklega mögulega. En svo náttúrulega sko, svo á ég gallin inni sem ég sýndi ykkur síðast í Camilli dress. En þú veist þar sem ég sé ekkert fram á að vera að fara í það. Þegar ég var í bústað á náttfötunum, þá er ég ekkert að stressa með því. Og svo, ég veit ekki hvaða bling ruglið í mér. Ég var að vantaði fleiri grænar baby merino hespur og pantaði þær og handiskunst af því að þaðan fékk ég það upphaflega og fékk mér 3 svona liti í leiðinni. Svona aukaband til þess að prjóna með í eitthvað beautiful. Creative Make It Bloomshin. Paljettu prjónaþráður frá Rico. Þetta eru 25 grömm og það eru 375 metrar á gæjanum. Þannig ég keypti 2 af hverjum lit. Jú, svo er mögulega tekið með, ég er nefnilega með langar svo ógeðslega að gera þetta, hvort sem ég sé að fara að gera þetta á mig eða einhvern kannski aðeins yngri en mig. Úps. Svona verklegan fringe af því ég á alveg gatn í þetta. Drops er meðal annars mælt með í þetta. Mögulega myndi ég gera þetta svona úr nokkrum að keypti þarna svona bleika sem passa saman og aprikós og eitthvað svona, þannig að það er eitthvað, maybe. En kannski tekið með mér til þess að fitja upp í 2 ný verkefni. Svo kannski bara verði ég í viku í viðbót í bústaðnum. Nei, ég segi svona. En við stefnum að því að fara þangað helgina og vera í viku. En annars er bara eins og oft vill verða á þessum árstíma minnkar prjónatíminn. Það er svona mörg horn að líta. Við erum búin að vera mikið svona að menningast. Vorum nú til dæmis helgina í bænum með kanadískum vinahjónum okkar og ég kynntist þeim í gegnum töskurnar sem ég saumaði og seldi hérna árið fyrir COVID og við höfum haldið góðu sambandi við þau. Síðan ég kynntist þeim þá hefur alltaf hist þau hafa verið á Íslandi nema einu sinni. Þá vorum við akkúrat erlendis meðan þau voru hérna, meðan þau höfðu svigrúm til þess að hitta okkur, þannig að það gekk ekki eftir. En núna gátum við græja þetta með svo góðum fyrirvara að við ákváðum bara að vera á sama hótel og þau og nú reyndar svo að við hittumst ekkert á föstudaginn því að Helgi minn var að jafna sig af flensu og bara þurfti auka hvíld áður en við fórum að gera eitthvað skemmtilegt og þannig að við hittumst bara á laugardagsmorgun. Jú, við rákumst á þau á hótelinu þegar við fórum að fá okkur að borða en svo hittumst við almennilega á laugardagsmorgunum, fórum í matamarkaðinn í Hörpu og náttúrulega sáum þar alveg bara tonna skemmtilegum hlutum og meðal annars smá handverk. Svona ég með svo mikið bollablæti, það var alveg geggjuð þar og svo sáum við hérna þar sem við vorum búin að vinna geitaull í hespur, svakalega fallet og mjúkt og kasmír. En hérna við stóðumst á lagið að kaupa ekki. Já, svo fórum við með þeim bara á symfóníuna, jólasymfóníuna sem var ógeðslega gaman. Alveg mæli með, þetta var bara fyrir frá 0 og upp í 100 ára og allir skemmtu sér rosalega vel. Þvílík fagmennska í hverju horni. Bæði náttúrulega
auðvitað hjá sinfoníinu og svo líka bara öllum öðrum sem koma að. Þetta var bara meiri háttar. Mæli mig. Tekur bara klukktíma. Þannig að þetta var æðislegt og svo fórum við út að borða með þeim um kvöldið og í gærmorgun drösluðum við þeim svo með okkur til gamla kórstjórans okkar sem er núna organisti í Vífilsstaðakirkju í Hafnarfirði og það var svona opin messa þar sem maður sem sagt gat tekið þátt í söng með kórnum þannig að við mættum hann klukktíma fyrr og æfðum með kórnum og tókum bara vini okkar með og þau voru meira en til í það og svo sátu þau bara og hlustu á messuna með okkur og þau skilja alveg furðu mikið í íslensku og horfa mikið á íslenska myndir og annað slíkt. Og þau nutu þess alveg í botn og þetta var rosa og líka æðislegt fyrir okkur að hitta okkar gamla stjóra og hafa gaman. Og núna er bara komið svolítið að því að undirbúa jólin og hvað maður á að hafa með sér af handavinnu. Núna get ég allavega gengið frá því sem er tilbúið og komið því í burtu og allt svoleiðis og ég einmitt ákvaða að hendi þátt núna þegar ég hef ekkert tíma svona þegar að fyrir að líða vikuna. Það verður einhvern veginn alltaf meira og meira að gera þó maður sé að reyna að vanda sig en það er bara að vera meira að gera í vinnu og meira að gera heima og meira og maður þarf bara að plana þetta til þess að komast í burtu. Og já, og ég ætla að hafa bara rosalega gott hátíðarnar og fyrir jólabað í svona lagún fyrir austan, nýja lagúnin okkar eða baðlónin okkar á Laugarási og ég ætla að fara í frið heima og svo bara aðalega vera haugur upp í bústað með kveikt á arineld og prjóna og horfa á eitthvað næs. Bara njóta og að því ég er nú kannski ekkert mesta jólabarnið en þetta er bara kærkomið og gott frí. Og ég tek mér alveg 2 vikna frí, þannig að það verður ekki. Og ég tek þessa peysu með og þá get ég ákveðið mig í sveitinni hvað ég geri með ermarnar. Þetta er reyndar bara svolítið næs og flott að hafa svona balún, en ég sé til. Ég var búin að þarf að ganga hana aðeins til. Hún er rosa hlý, ég er farin að svitna og það er ekkert eitthvað heitt þannig inni. Og það er svolítið ekki kannski meira en ég átti von á, aðallega ermarnar, en samt, já, hún er eiginlega bara perfekt, þangað til ég verið búin að ákveða hvort ermarnar sé í lagi, en þangað til er hún bara perfekt eins og hún er. En eins og ég sagði, þá verður þetta létt og laggott og ég ætla að sjá hvernig mér gengur að klúðra þessu vídeo inn á YouTube með þessari aðferð. Nú ef það gengur ekki, þá verður bara að taka 2 og þeir verða bara afsaka allan glamp á allt þetta. Ef ég er ekki með kveikt á eitthvað auka ljósum, þá væri þetta bara myrkra mynd. En bara ótrúlega gaman að vera komin aftur og mér finnst eins og ég hafi tekið upp þennan síðasta þátt bara í fyrradag, tíminn svo fljótt að líða. En það verður nú engin nýr þáttur frá mér fyrir á nýju ári og mér bara aldrei að vita nema þetta verði bara svona fast á 4 til 6 vikna fresti en við bara sjáum hvað setur. Bara rosalega gaman að vera komin aftur, fá þetta aðhald og komast í samband við ykkur aftur og svoleiðis. Það er bara yndislegt. Það er það sem er dýrmætast í þessu og þessi dagbók sem að þetta verður óhjákvæmilega fyrir mann. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir, vonaði njótið komandi vikna, hvernig sem þið fagnið því. Ég ætla að hafa það gott og ég bara vona að þið gerið það líka. Og ég þakka fyrir samverun í dag og við sjáumst fljótlega. Bless, bless.